Það Dr. Fútból heilsar á föstu degi Túborg með Dr. Fútból og Túborgin færðu líka í Smáríkinu og þú getur sótt alls þar núna Smáríki líka í Kópavogi. Já, ég er með glaðan Gunnar Birgis hérna hliðin á mér. Hann komið með Sony Bravia tæki, Bravia 5 og af því að það er Ryder Cup næstu helgi þá ætlum að gefa afslátt þar ef þú ferð inn á ofar.is/doc. Okay. Þá er doc afsláttur af 65 tóma Bravia og 75 tóma Bravia. Wow. Hversu mikið hefur þitt líf breyst eftir að þú fegst alvöru sjónvarp, Gunnar Birgisson? Ég á bara ekki til orðið yfir að lýsa því eiginlega. Það er eiginlega svolítið svoleiðis. Það er bara, ég er farin úr því að vera áhuga maður hinn ýmsu sport yfir í nánast að vera þáttakandi. Svo góð eru gæðin. Já, góð gæði. Ég var svo hrifinn af þessu slógani sem Eyjó og félagar í Sony komum með. Sony, heimavöllur gæðana. Já. Þetta er gott slógan. Það er mjög gott slógan. Ég var alveg að gefa það. Hjálmar, þú kannt ekki gera mikið heimavöður. Nei, hvað þarf að gera? Hvað getum við auglýst inn á Giggó núna eftir? Fyrir mig? Já. Hvað þarf að gera heimavöður? Ég myndi vilja einhver myndi bara koma og setja upp nokkra myndir, bara basic. Bara koma, negla, setja upp myndir og fara. Já, setja það inn á Giggó. Já. Og þetta fer bara í svona einhverju einfalt eða eitthvað myndi, það er endalust af flokkum þarna. Já. Og upp með myndirna fyrir Hjálmarinn. Sest nafnið á Hjálmari þegar hann er auðlýsa. Ef hann vill það. Ef hann vill það, þá ræður því bara. Og það er auðvitað myndi alltaf vera þá. En mér finnst eitthvað svo dúbjus að vera einhvern veginn undir einhverju leikni. Það er ekkit eitthvað rosalegt feimnismál að Ég sé til dæmis það er heiskapur, sauðburð, spyrill og barnapössun. Þetta er alltaf þenni. Þetta er alltaf þenni. Myndu þið auðlýsa barnapössun á Giggó? Já. Var í einhverju miklu vesenni. Laugardagskvöld, langar út. Jó, frúin ætlum að kíkja þessu út. Gefur einhverju góður og passar. Þetta er Dr. Fútból og fitnessport. Nú eru allir á komnir flegi ferð í ræktina góðu. Það er ekkert eins og að fara í ræktina á hverjum degi. Fitnessport sér að koma öllu þessu helsta sem hún vill. Það eru geðveikt pródúkt þarna inni sem hann er mögulega að fara að hætta með. Laxaprótein. Af því að krökkum í dag finnst þetta ekki nógu gott að bregða. Þetta er ekki nógu gott að bregða. Þetta er ekki þessum svörtu dungum hana. Ég segi alltaf if I can eat shit and grow muscles I'll eat shit. Það snýst bara árangur hjá mér. Og þannig er það fyrir þá sem að elska ræktina og hafa búið sér til lífstíl. Já, við getum skít til að fá stóra, fína vöðva. Ég fór hana daginn og keypti ripper og ég fekk svona strappa með fyrir deadliftið og... Já, ekki strappon. Nei. Það er annars Það er gaman. Það er annars það. Það er verið gaman að fá strappon með. Er ripper ennþá? Er það ennþá? Já, ripperinn. Ég var mikill ripperkall sko. Ég kemur lítið óvar. Er þið Dominos Pizza og Dr. Fútból. Dominos að sjálfsögðu kongarnir í pizzaleiknum ótrúlega duglega við að styðja öll íþróttafélög landsins og þú getur gert þína pizzu á 2490 kall. Þá er það stór eða pönnupizza með 2 álegstegundur. Já, stundum er nefnilega bara fínt að vera 2 álegstegundur. 2 álegstegundur. Það er einfalt. Þá tek ég bara skinku annars. Já, papriku og annars. Pepsi upp. Eða pep laukur. Ég er að vinna í að fá hvítan lauk þarna. En þú veist, það er engin mega stemning fyrir því. Þannig að hvað sagðið þú? Paprika og ananas. Mér finnst það geðvögt. Græn paprika og ananas, mér finnst það geðvögt. Hann hefur rétt á þessu. Ostur, paprika og ananas. Geðvögt. Ég er ekki greinst, þetta er geggja kombo sko. Hann hefur þetta rétt á þessu. Það er ég Dominos tríóið. Þyrftum við ekki einhvern tímann að vera tríóið, við þrír bara einhvern veginn svona standandi með krosslaðar hendur, Dominos tríó. Dominos Ace, þetta hlusta á þetta. Við þrír. Sko, Hjálmar, ég var aldrei búin að spyrja þig. Nei. Hver er upp á check-in? Ég var að hugsa þetta í vikunni. Hver er aftur upp á check-in? Þetta teklan byrjuð sko. Ég myndi það ekki. Sko, ég myndi segja að það væri tekki minn sko, það var það stjórnmálum dottin út mér. Václav Havel. Václav Havel. Það var alltaf minn maður, ef við tökum mig ekki íþróttadenginguna. Það var alltaf minn maður. Þannig ég var mikill Václav Havel. Ég var að hugsa þetta ekki, hver væri þinn? Ég hugsa alltaf Jan Selesny. Já.
Ég ætlaði að fara að segja Jan Selestin. Það var spjótkastarinn Geðu í. Eða mögulega Róman Sebele. En Ég var alltaf rosalegu Sebele kall sko. hitti einmitt Jón Arnar Magnússon í vikunni, áttum gott spjall. Já, hann er alltaf hann upp í sporthúsið ekki? Já, hann er Kíró þar. Nikkja menn til og frá. Jonni Kíró eins og ég kalla hann. Förum í spurninguna með tölvutekmin á það að það er nýr FC leikur klár, ninja græðunar allar þar, hvort sem er djúpstekingapótur, nei fyrir ekki airfryer eða vel til að búa til ís. Þú færð þetta allt saman í tölvutek, aldrei mig veg. Gleðilegt nýtt græju haust og byrjum það á að fá okkur PlayStation 12 og ísvél til þess að borða með. Heldur betur. Herði, hér er mynd. Ég borða ísinn samvinsku samlega. Strákum, við erum hérna með mynd fyrir framleikur. Hér er þetta Oliver Giroud, Roger Milla, Carlos Valderrama og Eric Cantona. Hvaða lið saminar þessa snillinga? Hvaða lið saminar þessa snillinga? Go from loop zero to hero, segja lúpararnir loop. Þegar þú þarf gæðapokar fyrir alla fjölskylduna. Loop zero. Roger Milla, Giroud, Cantona, Valderrama. Bíddu. Þegar ég held sko að þið væri með þetta út á Valderrama, þegar hann var bara eiginlega alltaf í þessu liði. Valderrama var náttúrulega kókurinn. Ekki er þetta. Nei. Jú, komdu með það. Nei, Valderrama var ekki. Þetta er Spánn. Nei, þetta er Frakkland. Þetta er Frakkland. Já. Ég hef náttúrulega getað sagt það. Er þetta Marseille? Nei. Býtu. Þetta er þetta ekki þetta Auxerre eða Nantes? Nei, þetta er ákveðt skískur. Já, ég er þannig ekki staðar. Já, ert ekki staðar þarna. Býtu. Giroud skoraði alveg rosalega þarna og held ég að fengi múið sitt í Arsenal þaðan. Bordeaux. Nei. Býtu. Þetta er ekki sendið Etienne. Nei, það er þeir eiginlega mölliðin. Þetta Býtu. Er þetta ekki bara lilla eða eitthvað? Nei. Þeir eru rosalega. Endilega kottum eitthvað. Jésús. Þetta er held ég rosalegt handboltalið. Ég veit ekki það. Montpellier. Já, þetta er Montpellier. Já. Vá, þetta er 20 ára en alveg sín. Giroud kom þaðan. Kom ekki það? Jó, það getur verið. En Roger Milla. Já, kóngurinn. Hann var þar. Já. Powerranka með Ingu Tinnu, vinkonu minni. Það gengur sæmilega hjá henni. Já. Það gengur bara alveg sæmilega. Já. Sælhjóra minni, jú, það gengur sæmilega. Já. Alltaf gaman þegar að vinkonum hans gengur vel. Já. Ég veit ekki með ykkur en ég samgleðst þeim. Ég á miklu auðveldra með að samgleðast þeim eiginlega heldur en vinnu minn. Já, það er kannski af því að þú ert karlfeministi. Já. Mögulega hefur það eitthvað með það að gera. Þetta haft eitthvað með það helvítið að gera. Gunnar Birgisson, þú ætlar að powerranka einhver djöfulinn fyrir okkur. Já. Ég ætla að powerranka því að við vorum að tala um Giroud hérna. Já. Hugulegur. Ég ætla bara að powerranka myndalustu leikmenn bestu til þetta. Já. Bestur hvenna þá? Karla. Ok. What? Það er, já. Ok, þá fæ ég Sigga Bond til að powerranka hvenna megin. Herru, ok. Ég er náttúrulega 90s krakki þannig að við myndum segja að þetta væri pínu gay. Já, þannig að það var þessi eitraða kallmennska sem ég var alveg sem ég hef verið að íta frá mér. Ég veit það, ég ólst upp, já, einmitt. Hérna, númer 5. Hvað? Já, ég er bara hérna. Númer 5. Já. Það er Kristinn Freyr. Við erum alltaf saman í sánunni upp í Mosó. Og Kristinn Freyr er ekkert eðlilega glæsilegt eintak. Hann er komið meira í bad boy lookið. Þetta er einmitt myndin sem að Bullis er að sína okkur á hann. Þetta er svona gömul mynd. Hann er komin aðeins meira í bad boy lookið. Hann er með tattoo og hann er í Gary Going. Ok, hugulegur strákur. Herri, númer 4. Hann pýrir augun líka. Já, þetta er svona Clint Eastwood pýr. Já, númer 4. Það er Viktor Karl. Náttúrulega, þú veist, klæðið sér rosa vel. Ég hefði orðið brjálaður hann eða ekki verið. Já, er í svakalega góðu standi, þú veist. Ef ég var konasamt, þá var hann aðeins svo lítill fyrir mig. Já, það? Ég myndi alltaf að lágmarka 1,85. Já, ok. Já, þú ert þar? Já. Ok. Sko sem kona. Já. Þá er ég þar. Já, absolutt. Hann er líka... Nei, ég er ekki einast. Það er læsum. Ég er 1,85. Herðu, númer 3. Ég ætlaði að komast hjá því að hafa erlenda leikmenn á þessu lista, en ég get eiginlega ekki litið fram með þessum. Það er Tengdason og Siglufjarðar Tobias Thompson. Það er Tobias Thompson. Það er Tobias Thompson. Hann fer í klippingu alltaf í rakarastólnum í Vesturbænum í Kópavogi, þar sem eru bara eigamenn. Já. Og þar er hann mjög oft í klippingu og alltaf almennilegur og einmitt. Gefur þessu góðan þokka. Herri, númer 2, það er nú skaffirðingurinn Geðu í. Það er Hólmar Örn Eyjólfsson. Já, takk. Já, ég þreytist ekki á það að segja það við hann þegar ég sé hann hvað hann sé ofboðslega. Ég hitt hann bara núna daginn í Pílu
rosalega sérmyndandi. Já, hann sérmyndi strákur en hann samt þannig að þú fengir svona 100 krónur til að dæma ég myndi halda að myndi fara svona 80-20 fyrir pappans Ha? Já, Eyjólfur er svona allar vinkonu mínar tala um það Já, það er aðeins eldri Já, öllum aldrei Já, öllum aldrei vinkonu þín að tala um það okay. Og svo er það númer 1 og þú veist, jú, þú veist einfalt val segja margir það er Anton Ari og það er kannski fyrir þetta transformation og það, sko, setið hann aðeins upp setið hann í blikagallanum svona einhverja nýlega mynd veist, og takið svo standið á hann þegar hann var til dæmis bara, þú veist, við þurfum ekki að fara lengra aftur þegar hann var í val til dæmis hann er alltaf flottur en standið á honum í dag en það mér finnst það eplakinnar mér finnst það að vera svona hans trademark hann er með þessa eplakinnar sjáu góðu kjálki það sem ég held að hann ætti að fara í bara gera sínu looki er bara svona hardcore military cut svona snóða og bara stutt og ofan og raka í hliðar skilur hvað við, getum ætti að horfnistofu og segja ég vil military cut og það er bara svona stendur hvernig á að klippa og svakalega það er léttur svona Channing Tatum í hún eða ekki? Jú og hann er einmitt flottari þegar hann er bara með svolítið stutt einmitt military hann er flott þetta er skemmtilega listi takk fyrir það þetta var eitthvað miklu með listi ég var að stríða Gunnar fyrir þátt ég held en ég hætti núna því að hann er í stuð Dr. Fútból kíkir yfir í íslenska boltan landlagsinn er þjóðarréttur íslensku þjóðarinnar á mánudum bleikjan eða lagsinn allt saman frá Samherji Dr. Fútból og íslensku fótbolti áfram fótbolti keppnin Íslandsmeistaratitilinn hefst helgina It's time for the playoffs en svo gamlingjarnir elska að heyra gamlingjarnir elska að þetta sé kallað the playoffs það er Víkingur Fram og Stjarnan FH á sunnudaginn er þetta easy Víkingur, easy Stjarnan? Já, þú meinar Ég ætla að segja já ég held að mér finnst Víkingarnir hafa litið betur og betur út með einhvern veginn hverjum leiknum og eru greinilega svolítið að finna taktinn ég held að farið nokkuð létt í gegnum Framarana þú veist ekki það, miðað við hólið sem að kom úr Úlfarsárdalnum yfir í Kópavoginn þegar að Breiðablik náði jafntefli á heimavöll á móti IBF og tryggði fram í efri hlutan að manni líður eins og þau séu svolítið sátt með það og við höfum stundum séð fram svona, hvað ég að segja það er svona láteiða yfir þeim eftir skiptingu Framar átt að mistu af þessu í fyrra nú er svona, ég heldur ég eftir að stríða Víkingunum ég held að bæði Stjarnan og Víkingar lenda í vesinni í þessu leikjum ég er alveg bara næstu í vissum að F-fæðingarnir nú það er mikill léttir þeir eru bara svona í efri en bæði hljóta að horfa í það að þú veist fjórðasættið er bara þú veist það er þannig sem F-fór grafsam meðan að Breiðablik vinnur ekki leiki sko Breiðablik á móti Val síðan þriðileikur hann reyndar fer fram á sunnudaginn á mánudaginn mánudaginn fyrir fram mánudaginn Blikar auðvitað verið skítkaldir að undanfarni og valsmenn að gefa eftir vantar alveg hellingi í valslið Aron Jón komin aftur samt hann er komin aftur en þeir eru án auðvitað Fredrik í markinu Stefán hefur svo staðið sér mjög vel og svo er þeir án Patrik Pedersen sem að þeir eru bara eða sem út tímabilið þannig að þeir koma ekkert aftur Blikarnir auðvitað verið rosalega flatir ég meina, við höfum séð sko menn eru að skoða dagsetningarna hvernig er þetta að byrja allt saman að ganga illa, þá er eitthvað svona Hjörvar, þú sérðu alveg hvað er í gangi hvað er í gangi? Damir kemur þannig ég sagði bara, Damir hefur hann verið vesinni þarna hjá þú veist, þetta hefur verið vesinni verið aðalum fram á við Damir er aldrei vesinni hjá Breiðabliki Nei, og bara varnarleikurinn yfir höfuð hefur aldrei verið vesin hjá Breiðabliki það er ekki þar sem að hvað er samt að? Þú nú með greiningadeildina ónýðar allan daginn hvað er það? Það er það sem þú nefndir að það gengur erfiðlega að skora mörk og ég meina Breiðablik með 37 mörk 10 mörkum minna heldur en Víkingur 16 mörkum minna heldur en Valur þetta er ekki eðlileg tölfræði fyrir Breiðablik sem hafa verið mjög skapandi og
aggressífir fram á við, vinna boltan framalega á vellinum í þessari pressu, þú veist, og öll tölfræði raun og veru sýnir fram á það að já, þeir hafa ekki skapað sér nóg. Nei, þeir hafa ekki skapað sér nóg. Það var ansi þungt hjá... Og ég meina, eðlilega, sko, Aron Bjarna mikill missir hjá Breiðabliksliðinu, hann hefur mist úr mikið. Aron Bjarna komplementar rosa mikið með Tobias Thompson. Tobias Thompson þarf þjónustu og hann þarf þess að krossa og annað sem Aron Bjarna kom svolítið með að borðinu. En það er alveg rétt, það hefur mikið verið rætt Ólafal, það hefur mikið verið rætt Ágúst Orra. Það þurfa á einhverjum tímapunkti að fara að koma fleiri mörk og fleiri stóðsendingar frá þeim báðum. Það er við ætlum að tippa þetta allt saman hérna rétt á eftir við ætlum hins til þess að fara hingað. Það styttist í forsetabikari. Já. Hann hefst á laugardaginn. Vá. Byrjar allt saman upp á Skaga. Lífur leikur. Á vestri skaginn. Já. Þar byrjar þetta á laugardegi. Kapphlaupið forsetabikarinn er hafið. Vestri Akranes. Hvernig strákar, þetta er vestri Akranes, þetta er svo á sunnudeginum erum við með IBVF afturöldingu og KR. Þetta er Káringar á móti landsbyðinni, ég held að ég átt að segja það. Hversu gaman er það fyrir landsbyðina, voru Reykvíkingar búin að berja á landsbyðinni í áraraðir að fá að fella Káringa? Já, og það er bullandi séns. Hvernig ætlar að koma tilbaka eftir 7-0 tap á heimavill? Já. Þetta er rosalegt. Er ekki alltaf best að spinna sig frá botninum? Jú, en ég er bara ekkert vissum að menn komi eitthvað tilbaka hressir eftir svona og að sérstaklega fara upp á þar til Akureyrar. Það er alveg, það er fínt að fá og meðslaristinn, hann minkar ekki Galdur át. Já. Það er ekki lengi, það er bara fyrir 10 dagar. Nei, samt, hann missir alveg þessum. Og Eiðugauti náttúrulega þannig að jú, þetta verður náttúrulega erfitt verkefni fyrir KR en það er samt alveg, þú veist, það er til svo sviðsmynd að Afturölding, IA og KR vinni öll sína leiki. Það er til svo sviðsmynd. Ef að það gerist, vinni öll sína leiki í þessari umferð, það er að segja að Afturölding vinni IBF, þú veist, ég hef séð útrúlega hluti, að IA vinni Vestra, bara gerlegt, að KR vinni KA, gerlegt. Ef að það gerist, þá erum við að fara inn í eitthvað bilaðasta scenario, þú veist, þá fer Afturölding í 24, Skaginn fer í 25, KR fer í 27 og Vestri er þá í 27 og KA og IBF fer í 29. En hefur skoðað rekord KA-mann í forsetabikarnum? Þegar finna lyktina á hann? Já, ég meina þeir gætu náttúrulega alveg tapað þessu leik en samt þetta er samt rosa mikið ef og hefði frængur sko. Nei, sko, ef og hefði Afturölding færi bara alltaf að vinna IBF útivöll. Ok, förum í eitt hérna. Hvaða leikmenn í KR hafa upplifað mikla velgengni á sínum fótboltaferli? Sjá, kíkjum á það. Hvaða leikmenn í KR hafa upplifað mikla velgengni? Finnur Tómas Jú var meistari 2019 og þú veist, já, það er... Viltu taka yngra flokka fótbolta með það? Nei. Okay. Ég er alvöru fótbolta. Alexander Helgi er náttúrulega Íslandsmeistari. En þú veist hvert ég er að fara. Já, ég veit gott við. Þetta er allt leikmenn sem eru gerði fyrir, ég held að þú kemur á Fjölni, Prest og Kjartansson náttúrulega, já. Og Halldór Markmaður. Þeir eru bara, þú veist, þeir eru vanir í að tapa 3-4 leikjum í röð. Það er ekkert stórmál í þeirra huga. En getur maður ekki sagt þetta með flesta liða? Nei. Ekki Víking. Þú ert samt að sækja leikmenn og Gróttu, HK, þú ert að fara í félög sem að, þú veist, hafa ekki verið í þessu Þú veist meina að hugafæri sé bara þannig að þeir eru bara ekki að fara að rífa sig upp úr þessu. Nei, þú veist Sko, Afturölding vann IBF í Vest, ég þurfti bara að doppeltjekka á þessu. Afturölding vann IBF í Vestmanni 2-1, þannig að ég veit ekki alveg hvað varstu að bulla hérna. Nei, sko, fyrir mér þá er þetta alveg borðleggjandi að KR eru með skýra hugmyndafræði, það hefur mikið verið rætt þessa hugmyndafræði leið og þá að fara að falla frá þeirri hugmyndafræði, hvað aðskilur þá Óskar frá öðrum þjálfurinn í deildinni? Hvenar ertu með hugmyndafræði og hvenar ekki? Getur maður valið sér tímapunkta? Ég er ekki að tala um hugmyndafræði, ég er bara að tala um þetta leikmenn. Ég held að hafi alveg komið bersýnilega í ljós að þarna er hugmyndafræði sem virkar en leikmennir eru ekki nægilega öflugir.
það eina rökrétta skýringin og með fullir virðingu fyrir öllum þeim leikmönnum sem eru stattir í KR ég meina, þá eru þetta bara leikmenn sem eru ekki vanir kannski og þurfa lengri aðlöguna tíma ég meina ef við tölum bara varnalínuna ég held að ef að KR væri með bara Damir, Oliver Ekroth og Ívar Jónsson eða eitthvað ef að KR hefur tekið Fredrik Skram í vetur, þá var ekki vesinni það var ekkit vesin á KR þá já 51 mark ás 51 mark ég held að, ok hann myndi klárlega koma í veg fyrir eitthvað þessu, en getum við sett svona mikla skuld á Nei, ég var ekki að setja hann, ég var ekki að setja út á hann ég bara segja ef þeir hefðu tekið manni sem Fredrik Skram í marki þá væri þeir allt verið málum ef þú veist eins og hérna Óskar, ég meina hefði ekki bara átt að fá Pétur Pétursson með sér í þetta Pétur Pétursson hann elskar ekkit meira en að vinna leiki hann myndi meira að stoppa sumt af þessu dóti og bara, herðu, við erum að vinna hann leik við berum bara þannig virðingu fyrir þessu verkefni við ætlum að vinna hann en það ekki bara, ég meina, en meika það sens þú veist, ef það ég verður maður sem aðstofan Já, ég að segja, þú veist, meika það sens fyrir hugmyndafræði og annað, þú veist, ef ég opna ítalskan veitingastað, þá fæ ég mig kannski ekki, þú veist, þjón sem að spesialæra sér í sushi, skilur þú veist, fattaru, ég meina, þeir eru ekki með sömu gildi, hvað var þar, þú veist, hvernig þeir vilja byggja upp knattspyrnu, ertu sammála mér? Ég er bara að reyna að átta mig á þessum sushi manni þarna í Nei, ég meina, þú hlýtur að ef þú opnar ítalska veitingastað, þá hlýtur að vilja vera með fólk sem með þekkingu á ítalskri matgerð, ekki sammála Já, ég veit það ekki eitt sem ég skil ekki krakka í dag snýst fótbolt ekki lengur að vinna leikina er það ekki bara þannig? Er það ekki bara þannig? Það var þannig þegar ég var ungur Þannig að öll lið í efstu deild kalla Ég er að reyna að vinna alla leiki sem það er þín ég bara hef aldrei farið Er það, já, jú En ok, hvernig ætlar að gera það? Og er það sustainable? Að reyna að vinna leiki Mér finnst það bara einhver besti ávani sem að ég hef svona komist í á mjög stuttum tíma á mínum ferli bara að vinna leiki hverju viku Það er alveg meiri áttar Okay. þú veist einhvern veginn ég held að þegar kemur að þú veist svona hvað ég var að segja hálf atvinnumannadeild Þetta er ekki hálf atvinnumannadeild þetta er bara atvinnumannadeild fullt af atvinnumannadeild hún er ekki skilgreind sem slík en þá er ég ekki sammála því að öll lið ættu að þetta er að sama og er að gera allir með þessu í körfuboltanum það eru 10 lið sem að koma inn í tímabilið sem ætla sér að verða Íslandsmeistarar hvernig, getur þú látið það make a sense fyrir mér? Getur þú látið það make a sense að þú veist, öll lið ætli sér að vera Íslandsmeistari, öll lið ætli sér að vinna alla leiki, auðvitað er það takmarkið að vinna leiki, það segir sér sjálft en ertu til í að gera það alveg sama hvernig? Ertu til í að bara negla alltaf hátt og langt og láta sendirinn fara í kapphlaup og reyna einhvern veginn að vinna sendinbolta ég meina, við sjáum bara eins og hvernig stjarnan hefur verið ég meina, Jökull mætir þetta með rosa hugmyndafræði svo hugsa hann bara, heyrðu ég negla hann bara fram ég bara lúða þessu fram og ég fer að vinna leik og hvað staða hans í Garðabænum miklu betri í dag eftir að fór bara að lúða þessu fram og fór að reyna að vinna einhverju leiki Það er enginn að kvart yfir ykkur spilamennsku þar Nei Jú, hver er kvart yfir spilamennsku? Ég myndi nú halda að það veri nú einhverjir Ok Ekki meiri hlutin Ég held að til dæmis bara eins og þegar að fyrir Hallunda fæti eins og til dæmis bara hjá Breiðablíkja þá höggva margir í það að það sé heldur ekki þú veist, nægilega skemmtilegt það er að segja, og það hefur náttúrulega bara með það að gera þú veist, það hefur gengið illa að skapa sér færi sem er yfirleitt svona skemmtunin í fótbolta að skora mörk Er það ekki? Er ekki sammála því? Jú. Já Ég ætla að fá að vera ósammála því að þetta snúist bara það að vinna leiki auðvitað þarftu að vinna leiki en ég meina til dæmis fyrir liðin svo segjum bara fyrir liðin svo afturhaldingu er eitthvað að því að afturhalding sé svona jójólið þú veist, er að búa til fullt af leikmönnum, er að spila á heimamönnum eru með fæstu útlendingana þú veist, eru að gera þetta svolítið á svona réttum gildum, eru með heimamenn í liðinu með heimamann að þjálfa, spila sóknar þengjandi fótbolta þú veist Já, ok, það er þannig Ok, þetta er eitthvað sem að ég pæli í Já, ég veit ekki Ég held að ef Maggi geti verið sagt herðu, þú spila kick and run í síðustu leikjónum hérna bara eins og Wimbledon hérna í 80s, 90s þá heldur uppi, já takk Ok, og hvað aðskilur þá Magga frá öðrum þjálfurum? Ekkert Af því að hann bara gerir eftir hentisemi Ég meina, er það ekki bara líka partur af þess að geta aðlaða sig að því sem þú þarf að gera? 100% þarftu að aðlaða því En ég myndi heldur betur sem menn fara flatt á því að vera haldið ykkur Ég finnst þetta leiðilegt umræðunum Nei, ég bara skildi
Nei. Ég skal viðurkenna það, ég bara skil ekki, en þarna held ég að sé líka bara aldursmunurinn, ég vil bara vinna. Ég vann aldrei raskat, en mér væri alveg hrikalega til að vinna. En það bara ekki raunhæft fyrir, þú veist, að því að þá fyrir við aftur í peningana. Það bara ekki raunhæft fyrir IBVF, KA og Vestra að ætla sér að fara inn í mót og vera Íslandsmeistar. Það dæmi Nei, þeir ekki með budget, það bara budget. Ég segja það. Það svona verður að aðlaðið hlýtur að vera út frá því. Getum við gert eitthvað til þess að skilgreina okkur? Og hvað mest skilgreinandi fyrir, þú veist, hvað ætti íslensk knattspyrna að snúast? Ég myndi segja að búa til leikmenn. Við þurfum að yngja þessa deild alveg talsvert upp, fækka útlendingum og við þurfum að bara byggja upp leikmenn, búa til leikmenn. Bestu leikmennir í dag, þeir snerta yfirleitt ekki bestu deildina. Nei, þeir eru farnir út. Getum við gert bestu deildina að meiri grundvelli fyrir leikmenn til þess að spreita sig í fullorðinsfótbolta áður en þeir síðan fara út. Þannig þeir þurfi ekki að koma heim í middiltíðin og taka þetta milliskref heima. Það hægt? Það eflaust hægt, en... Eða viljum við hafa meðalaldur 30 ár? Nei, hvað meðalaldur? Nei, ég myndi nú alltaf að væri kannski eitthvað 26-7, það örugglega að finna út. Já, þetta gaman að þessu, það ólík sýn á boltan og ætlum að tippa á þessu leiki. Því að það 6 leikir sem var fram, Kjarnafæði og Doktor Fútból. Kjarnafæði pepperoni af því að það Kjarnafæði pepperoni. Kjarnafæði heiðalæri af því að það Kjarnafæði heiðalæri. Já, þetta ekki flókið. Ég með þetta á sunnudöfum núna. Læri á sunnudöfum í hátteginu. Nei, hátteginu, já. Í hátteginu. Ég kalli þetta Sunday roast. Já. Hvað meðlæti eftir með þessu? Bara gulabaunir og græna baunir og brúnsósa. Rauðkál og væntanlega. Já, svo erum við blautsalat líka. Því karkarinn kallar hásalat. Ég kallar blautsalat. Hásalat með? Geðvegt. Já, það með þetta allt saman hrein. Ekki efast mann. Við byrjum á forsetanum. Vestri Skæ. Þú byrjaði? Ég skal byrja. Ég ætla að segja 1-1. Já, ég ætla að segja 1-0 Vestri. IBVF afturölding. Ætla að fara í 1-1. 1-2 afturölding. KR 2-1 Káa 2-2 og förum þá yfir í meistarabaráttuna Stjarnan FH. Óvænt 1-1 3-2 Stjarnan. Víkingur Fram 2-1 Víkingur 4-0 Víkingur. Og svo er síðustu leikurinn Valur Breiðablik. Ég ætla að segja 1-2 Ég ætla að vera sammála hjá í fyrsta sinn, má ég það? Já, þeim er svo sannarlega að vera. Það bara skemmtilegt að þið séu sammála. Sko. Fólk verður eiginlega að sjá þennan þátt í mynd sko, því að hjá mig lítur ekkert Fór í húðhreinsun á þriðjudaginn, aldrei verið betri. Eðlilega vel út. Já, orðið í húðhreinsun. Já, þriðjudaginn. Já, það þannig sem hún heldur svona ungum og glæsilum. Já, ferskum. Þetta lag. Ég held mér ungum og ferskum með Human Growth Hormones. Live-trackinu. Live-trackinu. Já, live-trackið. Þeir tóku Þórsarana bara í gegn. Já. Já, og þeir voru duglegir að trakka, veit ég heyrði Inga með þetta, fekk skýrslu. Þeir eru líka, ég fór að skoða þeir. Þeir eru mjög góðir í lokleikja. Þeir eru með sko einhver 6-8 mörk eða eitthvað á tímabilinu. Eftir 80. mínútur. Heldur betur. Það sem þeir eru að vinna leiki. Já. Þórsar komnir upp. Ætlaði að spila í boganum. Nei, það má ekki. Það má ekki. Þannig að Óðinn Svan þarf að fara að finna eitthvað pláss þarna á Akureyri til þess að Já, hann nú að vænta að engar ágjörða því. Röttum Tenerife að velta þessu fyrir sér. Hendur að bak við bak og röltir og hugsa þetta. Förum í fyrstu deildina í fótbolta með Hertz og það eru seinni leikirnir í deildinni, það er að segja í þessu umspili. Það Njarðvík á móti Keflavík á JBO-vellinum í Njarðvík. Það sem að var ekki eitthvað að hóta að setja Hómar Djók í tveggjarleikjabann. Það hefur ekki gert. Nei, en sko Gunni frendi hefði mátt sleppa því samt að segja en ekki það, hann svo sem bara að vera heiðalegur og það svo sem okkar fjölskylda hefur alltaf snúist það heiðaleikin og þetta öðruvísi nálgun heldur en að Maggi og Elmar Kári tóku eftir leikin í fyrra á móti Fjölni þar sem að þeir bara koma á fjöllum en þetta náttúrulega, þú veist þarna aftur eru að koma því að KSÍ breytir mótinu og breyta ekki reglunum með og við erum að sjá þetta líka í
í skiptingunni Já. að móti lengist en reglurnar eru ekki aðlagar út frá því eins og með spjaldareglur og annað heldur betur ekki hinn leikurinn í þessu þessi leikur sem fyrir leikurinn fór 2-1 fyrir Njarðvík þannig að þeir fara með einsmarks fórustu í hinum leiknum verða síðan Þróttur á móti HK í Laugardalnum tefla 2000 manns á fyrir leiknum ótrúlega stemning upp í kór Hvað sagðirðu? Tefla 2000 manns á vellinum hafa teflað 2000 manns á vellinum og ég held að við skráð 1500 en hafa nú bara út af einhverju eldvarnardóti sko það var alveg haugur að liða þarna sem var ekki skráð og það voru mikið að blikum á vellum sem vildu komast í hlýjuna það er bara þessi fastin í fjúriusbolti HK þá, ég sagði nú alla fyrir leik spenniði beltin, þetta er þannig leikur og ég bjóst við hérna fleiri mörgum fleiri mörgum fleiri leikurum fór 4-3 það voru búin að heyra byggrústaleikin í öðrum flokki Skæin Grótta hvað strákar, 7-5 var það ekki? Það var 5-7 fyrir Skaganum byggarkeppnin í öðrum flokki Grótta í sétell þar var annar frendi minn, Gabriel Snær Gunnarsson sem fór mikinn, skoraði 3 7-5? Svona Gunnar Er þetta rétt? Já, 7-5 Ég hef ekki séð svona bara, þetta er ísokki skor Já, bara 4 ísokkileikur 5-7 Ég fór nú einu svona ísokkileik hjá HV 71 og hann endaði nú bara 1-0 þannig að þetta var hérna, óvæntur úrslitaleikur ég hef nú ekki hérna, verið mjög djúpur í öðrum flokki í sumar en þetta var mjög óvæntur úrslitaleikur en þeir voru náttúrulega með Björgvin Brimi var þarna í Gróttuliðinu Já, en það skoruði öll þessi mörk fleiri efnilegi strákar sko Það hefur verið gaman að vera þessum Það var kjaftfullur við Valdivöllur Það var kjaftfullur Skemmtilegt og Gróttumenn auðvitað spila líka í umspili undanúrslitum hjá fótbolti.net á morgun fylgist með því inn í dogsóninu á sín Grótta er heldur líka í úrslitaleik þriðja flokki byggar Ok, það er heldur betur 4 þar En allavega þetta er svo merkilegt með annan flokkin hjá Grótta því að þeir eru neðstir í sétdeild ótrúleir greinilega mikið byggarlið en þessi seinni leikur hjá Þrótti og HK Hjálmar Ég er mega spenntur fyrir þessum ég held að Þróttu skora 3 mörk að HK á útivelli og eiginlega bara gáðu þarna einhver 3 mörk Ég held að Þróttu klári þetta En sko, Hemmi er alltaf með bomburnar á bekknum og svo bara og það var bara onslót þarna á þriðjudaginn og það var bara, þú veist, hver annar snillingurinn bara inn á og Karl Ágústus og við tölum með hérna daginn með þetta nafn K.O.K. Jafnaldri Lamine Yamal eins og Gárugundar talum Þetta verður leikur sunnudaginn klukkan 2 Já, þarna verður væntanlega þjóðin komin saman Hvað heldur þú? Ég vona bara það besta en sko ég hef smá, ég held ef ég á að segja alveg svo þá þú hélst með Þrótti Nei, ég held að eftir tapið í þessum úrslitaleik í deildinni að Þróttararnir yrðu særðari og HK myndi ganga aðeins meira á lagið ég held að þegar það komist í 2-0 að þá myndu við bara rúlla það í leið þetta í það eins og leikskýsluna sjáu þið hérna skiptingarnar hjá Hemmar Heiðars Þetta er náttúrulega engar venjulega skiptingar. Þetta eru varamenni sem eru að gera þetta allt sem Dagur Orri auðvitað reynda að koma þetta inn á. Svo er það hollenska pressuskrýmslið Bart Koistra sem að pressaði Þróttarann í döðlur hérna. Það er þetta svona hollenska pressuskrýmslið. Hann er rosalur sko. Þú náttúrulega aldrei séð leik með hákáðana, þú veist. Hvenær fórstu? Ívar vinur minn, bara mjög góður vinur minn er þarna og ég horfði til dæmis á þennan leik á live Það er hins vegar eitt með live því ég er mest í live maður sem til er sko live er ekki afruglara það fer massíft í töðan ég þarf að fá þá í afruglarana og málið er þetta það var hringt í mig frá Keflavík og spurði Hjörvar, sást þú þetta víti? Þannig að víti þetta einn er ég sagði, hvað er talum? Það er ekkert víti Jú, og ég sagði, það getur verið að gerast akkurat núna Þetta er dálítið mikið delay dálítið mikið, svona 4-5 mínútur og ég þarf eiginlega bara að hitta live ég þarf bara, því að nú er ég bara komið Cat 5 snúrur heima ég þarf að fá þetta á afruglara til að deliver af því að allir íþróttaáhugamenn á Íslandi eru með afruglara með Cat 5 snúrur
og þú þarft að hafa nei, ég að tala íþrótt áhugamenn ekki niðurlega mig og segja ég ekki íþrótt áhugamenn eina sem ég horfi á í sjónvarpinu Hjörvar eru íþróttir en þá ertu með afröglar og þá ertu með þykkar snúrum þú ættir að sjá heima á mér, þetta er allt í snúrum og vesinni þið eru bara svo mikli símafyklar þið verðið að vera í símanum á meðan þið eru horfið á leik ég var að sjá skjátíma hann er svipaður á hjá þér klukkutíma meira þú varst með 5,8 er það klukkutíma meira en þú? 5,8 og ég er með 6,5 þú ert með lengri það er rosalega að fá þetta á afruglarna og það ætlum ekki að fara yfir skjátíman í Hjamma já, hann er alltaf ég er alltaf hátt við erum ekki að fara yfir það ég horf á þætti í þessu hann er að horfa á þætti og allt það er þetta er myndlíkilstæfi, þetta er eitthvað sem að þú bara smíðaðir upp nei, ég verð að hafa myndlíkil ég ringi fólk eitthvað, herri, ertu með myndlíkil? Nei, ég reyndar ekki, ég með app ok, herri, ég sé þið bara eftirleik það er helviti hart kíkjum á Doct Best Bets hvað er ég að tippa á núna? Nei, ég á eftir að koma með það síðar í dag ég kem með bettin mín góðu á Epic og ég hlakka til má ég sjá fyrstu deildina hvað segja þeir fyrstu deildina mínir menn á Epic já, ég var svolítið til að sjá hvað Keflavík er með sko, Þróttur 1.80 Keflavík 3.75 HK 3.50 wow. gimme þér með hann í nei, ég veist að það er eitthvað Keflavík núna að detta inn hjá mér sko eitthvað? Já þetta getur orðið 3.75 það er rosalega, það er eitthvað Keflavík dæmi að detta inn bara núna og loka metrum og ég hjálpa hann og alla vikur að ljósa þetta svo bara ákvörðað núna ég veit það, í beinni shit það er eitthvað Keflavík dæmi að detta bara alveg á loka metrum herri við slum kíkja í meistaradeild Evrópu kíkjum í meistaradeild Evrópu er það ekki? Jú. Er það ekki meistaradeild að kalla? Jú, takk Förum meistaradeild Evrópu með Nokko já, þetta er lagið sem allir Nokko sagði fyrir 2 árum síðan var kannski eitt mest iconic íþróttalagi heimi margir ábúinlega ekki sammála en hann er alveg tilbúin af eins og hann sagði óvinsæl skoðun en líklega er þetta já, standa með sjálfum sér já, hann stendur með sjálfum sér og staði með Nokko í 10 ára á Íslandi Dr. Fútból að drekka Beruba já, hann er góður það er meistaradeildin, hún auðvitað byrjar svo sem í febrúar en hún er svona smá gilli í gangi í þessari meistaradeild auðvitað Evrópa svo sem riðar til falls þessa dagana en það er samt verið að spila og ég meina Tottenham vinnur þarna Villarreal já, ömurlegu leikur virkilega ömurlegu leikur en séu hvað auðvitað að vinna í meistaradeild já, þetta var samt, ég alveg tala Villarreal og Tottenham, eftir þennan leik þá ættiðu hvoru heima í meistaradeildin, það var svo lélegt það náttúrulega ekki en þau eru í henni og við þykjum það en þetta var svakalegt ég sé svona marga leiki en Tottenham jafnvel tapaði eða gert 0-0 í jafntefli við höfum séð það svo oft það var flottur sigur frábær sigur en þeir gátu ekkit Villarreal hvaða leik við höfum aldrei séð Arsenal með svona gott lið eins og já þetta er árið í ár ef að sko Arsenal geta haldið yfir Liverpoolið það er að segja ef að Liverpool ef að þetta brýtur ekki Arsenal að sjá það skora alltaf og lókaða sekundunum í hverjum leik besta Arsenal-lið sem við séð í bara séð frá stofnun ennsku úrslit mjög nálægt í nei 2004 þeir voru hræðilegir í deildinni eða semst í meistaradeildinni það sem að svona gladdi mig og mitt hjarta mest í þessu leik var að sjá Gabriel Martinelli koma inn á eftir 36 sekúndur skora hann er líklega sá leikmaður sem að og þetta er sýniseldi bara svolítið hugafar líka þetta er bara fyrirmyndar dæmi fyrir hugafar að það eru komin hérna 2 sem eru að taka stöðun hans og hann kemur inn á og immediate impact og Trossard sömuleiðis þannig að sýnir svolítið líka breiddina í liðinu að þú veist, liðið má við einhverjum skakkaföllum Svona ef við verðum bara pínu alvarlegri Esi í þessum leik hvað, þú veist að þetta Athletic Bilbao-lið ég sá United spila við þetta lið í vor þeir geta ekkert Nei, það er alveg rétt, þeir geta ekkert unnið ekki 3-0 Jú, eftir og svo 4-1 á heimaðallega, ég man ekki, þau bara allar að pakka saman Esi var ekki spes í þessum leik Nei, hann var ekki góður en samt með, þú veist, já maður hefur svona pínu ég er alveg samanlega, svona eye-testið var ekki gott en hann er samt með 7,4 í reyting inn á Footmob Já, unnuleikin 2-0 þá hækkar all reytings upp sko. Já, hann náttúrulega var ekki inn á þegar 2-0 markið kemur sko. Nei, en ég er að segja út í það kemur sigur sko. En hérna hækkar það allavega Já, ég sá Viktor
og mér fannst það var rosalega, þetta eitt hlaup hjá honum það sem hann að hlaupa, það gerir þetta vel að stinga kallin af eða eitthvað en svo bara hann áþungur hann alveg Sá eins og væri klippu þar sem að Henry tók hann bara og bara Gyökeres Já, maður búin að sjá það þegar hann hleypur ekki, hann tekur ekki stystu leið að markinu hann fyrir að hlaupa frá marki og þrengir skotvinginu þetta er svo fyndið hann blankar í þessu leik það er engin að ég hef aldrei séð þetta áður ég hef aldrei séð hverja einustu snertingu hjá framherja áður í neinu liði grinda jafn Nei, en ef þú kostar þennan pening, jú, þá hefur við séð það þennan pening? Ef þú séð þessar upp Florian Wirtz gert fyrir Liverpool? Já, heldur að hann sé ekki gagnrýndur hann gagnrýndur hverju einustu heldur hann kostaði 63 milljónir punda bilun það er ekkert þá er náttúrulega ertu með alveg endalaust bara það er allir með smásján á honum, eðlilega þetta er bara stóru kaup Arsenal þannig að sjálfsögðu þetta er bara eins og því að aldrei kert dýra mann áður bara vitið þetta ekki alveg hissað skulle vera síðan vera analysa vera analysa hann gaur hvað er þetta? Analyze this ég held einmitt að þetta sé gott dæmi það og Freddy Ljungberg tók mjög gott á Viaplay í Svíþjóð þar sem hann var einmitt að greina þetta að þeir eru bara ekki alveg að synga við hann þar að segja sendingarnar að koma seint þegar hann búinn að taka hlaupin sín þú veist, sendingarnar að koma stundu svolítið utalega þannig að hann þarf að fara að taka sækja bolta málsvörnin hans kemur frá Viaplay í Svíþjóð það málsvörnin meðan að Thierry Henry og fleiri að tala þessa svo kvöldu tandurhreinu frönsku en til dæmis svo þú veist Benjamin Sesko eða eitthvað þú veist hann verið að ísa honum ennþá inn þannig að við skulum vera alveg ísa honum inn hann ekki komin alveg svo hefur verið að ísa líka Alexander Isak inn eftir að hafa verið ansi mörg tímabili í úrvalstildinni á Englandi þá hefur verið að ísa hann inn í sömu deild hann var í hunguverkvalli þannig að við skulum aðeins hann er að jafna setti það Liverpool unnu N1 sigurinn á lokamyndunum það er kannski besti leikurinn samt hjá Liverpool svona heilt yfir, er það ekki? Segjum við þá þeir eru frábærir í þessu leik og áttu sigurinn mjög fyllilega skilið en hérna þetta er svo effortless alltaf hjá Van Dijk það stuða mig alveg svakalega hvað þetta er eitthvað, hann hefur ekkert fyrir þessu að verjast eða skora en sko, málið er að þegar hérna meistaradeildin voru þessi 6 leikir heima og heima þá skiptir þetta alveg verulega núna það eru 24 lið og liðin áfram þú veit ykkur 36 liða deildakerfi þetta er letjandi kerfi svolítið í því og þú græðir eiginlega ekkert á því nei, þetta er alveg skemmtir, þetta er samt letjandi en er ekki samt búin að gera eitthvað meira til þess að menn græði meira ég held að vera líka þannig að þú fáir heimaleikjaréttin alveg fram á úrslitaleik geta ekki verið það gæti verið sér það er eitthvað bónus sko, finnst þið ykkur alveg galið ef að efstalið myndi bara fá að velja sér anstæðing er það alveg er það fásir? Já, það var reyndar alveg áhugavert að það myndi bara vera fundur í hérna en það myndi kveikja alveg svakalega þetta væri alltaf lægi í íslenska blækinu og íslenska körubóltanum þetta er ekki lægi meistaradeildar Evrópu ég bjóstu þessu viðbröf ég var bara svona að pæla hvað var hægt að gera til þess að þú veist er það segið sér fyrirsjónlegur? Svolítið raunveruleika pæling til þess að veluna efstasætið þú veist að því að Liverpool fá bara PSG í grillið því að PSG voru lengi í gangi fyrra töpuðu náttúrulega þarna eftirminnilega mútið Arsenal og svona já, þeir náttúrulega voru bara þeir bara stiltu sig þannig af að þeir vissu hvernig business endin byrjaði og það er það snýst þessi mér líður því miður og sérstaklega þú veist að það er erfiðar að leggja prógrumin hjá liðunum á minnið þegar þetta eru 6 mismunandi leikir að þá líður mér svolítið eins og þetta sé svona fyrsta umferð í þú veist eitthvað NFL-inu eða fyrsta umferð í NBA eða eitthvað svona veist, þetta er svona NBA, það er 82 já. Þetta hreyfir minna við mér heldur en þegar þú veist bara hvaða 3 lið þetta eru og það er heim og heiman og þú veist hvað hver úrslit tíða það er samt alveg næs að þurfi ekki að horfa á heim og heiman liðið sitt spila við Pafos bara nennið í valla heim og heiman maður er svona úfærið enn í því, veit það ekki mér finnst það geðvægt, það var með 9 leiki á 30 og miðvikutum, það er sturla Chelsea menn, númer og litlir fyrir bæ 3-1 samfærandi sigur bæjana sem að Lundunarliðið sá ekki til sólar Jamie Carragher fór hans í harkalega í það kallaði Club World Cup hann er á Gunnar Birgisvagnum kallaði hann Mickey Mouse Cup og fór hans í hörðum orðum þegar maður þarf ekki að spila við Botafogo og eitthvað það var svo sem ekki verið mikill prósess á þessu Chelsea liðið milli ára þeir betri núna voru saman tíum fyrra?
þeir eru með betri leikmenn, þú veist, já, Pedro bætir liðið mikið en þeir eru náttúrulega bara, eins og hefur verið rætt 150 svona að Chalobah og Tosin svakalega slappir sko. Svakalega Sanchez að standa sig vel í markinu Já, flottur bara fínt Já, nokkuð þægilegt fyrir Bayern Talandi að standa sig vel í markinu ég horfði á leik hérna Bodo Glimt og Slavia Prag það var Nikita Hækin með sýningu í markinu hjá Bodo Glimt og þeir eru að vinna í því að fá norska ríkisborgararétt fyrir Nikita Hækin og það er búið að vera í vinslu mjög lengi þetta er strákur sem að fæddist í Ísrael ólst upp í bæði Rússlandi og Englandi og er að reyna að fá sagt, hvað þá, fjórða ríkisborgararéttin eða þriðja ríkisborgararéttin 3,98 XG hjá Slavia Prag non-penalty já, 4,19 on target XG-ið hjá Slavia Hækin var rugglaður í þessu Já, önnur úrslit sem að vöktu athygli Real Madrid vinnur á Marseille 2-1 var eitthvað meira sem að svona Karabakk og geggjaði sigur og náttúrulega Jose Mourinho og núna orðin þjálfari Benfica Já, það er geðvegt ég meina svo er náttúrulega Juventus Borussia Dortmund sturlaði leikur 0-0 í hálfleik Það er geðveikur leikur þetta er betri leikjum svona setni tíma Arsenal að fara hann í Baska héraðið og Baskaland Já, það lá á þeim fyrstu 20 það lá á hérna sækja hann á 200 Gunni, þú ert íþróttafréttamaður hvernig segir maður hérna nafni á belgíska liðinu sem að vann á þriðjudags eða var á miðvikudagskvöldi Union Saint-Gilloy Union Saint-Gilloy það held ég að sé bara eins rangt og að veri Já, ég held að sé Union Saint-Gilloy það sé Union Saint-Gilloy Er það? Já, einhvers staðar nálægt þessu ég á eftir að æfa þetta aðeins meira en ég held að þeir sem að er í þessum bransa verða að passa upp á þetta þetta er einhvers staðar svona Union Saint-Gilloy þetta er held ég frönsku megin í þessu þannig að Newcastle tapar á heimavallir Barcelona talandi lið sem er nú ekki nógu gott til að vera meistaradeildin en Newcastle United töpuðu fyrir Barcelona sem Marcus Rashford skoraði 2 mörk og seinna markið var geðvikt sem hann hefur séð 100 sinnum frá hann neglir hún, sláin inn og hann er kannski að nýta tækifæri meðan að Lamine Yamal er í burtu náttúrulega ótrúlega svekkjandi fyrir hann að meiðast í hérna með spænska landsliðinu en Newcastle átti ekki mikinn séns í þetta margir að rifja upp þegar Asprilla mætti þarna fyrir nokkrum ára síðan eða nokkrum ára, 20 ára síðan og skoraði 3 Rashford hefur verið geggjaður þvílíkur leikur hjá honum og bara gaman að sjá hann blómstra líka þú er ekki séð neitt leik með Barcelona fram að þessum gaman líka að sjá hann blómstra akkur er þetta alltaf að segja, sjá ekki ég horfi ekki á neitt annað kottu einhvern tímann heim kottu einhvern tímann tíminn heim hvenær hefur þú hort á Barcelona leik, hvaða leikar er búin að sjá ára tímabilinu ég sá hérna hvaða leikur það sem þið lendu undir daginn hvaða leikur var það? Ég man ekki, þetta er náttúrulega rennur allt saman í eitt það er ekki sem nei, það lendu undir á móti einhverju lélögu lið og kom tilbaka Levante Búlis að setja þetta á skjáin það var Levante, þeir lendu 2-0 undir og komu tilbaka ég horfði á Barcelona Levante en ég get alveg viðurkennt það ég er Real Sociedad pjúristi þegar kemur að La Liga þar missi ég ekki af leik hér er að Íta Altomarga takka og að gera þetta upp með Kia býta aðeins Kia uppgjörið góða Gilloise Royal Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise ég held að svona sé ekki svo mikið S í þetta er inn á Forvo mælum með að nota Forvo fyrir þá sem eru óvissir frambyrð þá ætla ég að eins og það fyrir þá sem eru óvissur bíla þá mæli ég að sjálfsögðu með Kia hvort sem EF3, EF6, EF9 sjá Kampavíns Kia EF9 áðan sem að hlýtur að vera sá eini í bransanum stútfullur að Kampavíni sá 300 lítra skott nei, hvað eru skott vanlega stór? Mér langaði að segja í lítrum 60 lítra skott Já, 60, 70, 80 lítra skott held ég sko við erum allir á hvítum bílum Vestmiðliturinn, hann er ódýrastur Já, það er gott Það er alltaf, maður reynir alltaf að spara nokkra 400 lítra, já, aldrei 490 lítra skott er ekki til dæmis, ég veit Já, en það er þegar þú setur 60-70
Ég mani þetta ekki, ég var í þessum bransa, maður var ekkert að selja skottin. En varst aldrei að tala um að rúmgóður? Jú, Eða var alltaf bara sama línan hjá þér? Ég var náttúrulega fastur í þeim línum sem seldi bíla. Já. Og það er gott að sittast inn úr honum, þú varst með það seldi borgara. Og svo var maður meina helviti gott triks og það var þegar kunni kom til þín og kom að skoða eitthvað bíl sem leit rosalega vel út inn í salnu jafnvel og þá kemur og segir, eitt hérna, það er smá rispa hérna. Þú bendir á rispuna. Þannig nærðu traust kunnan strax. Þetta er svo, ég gerði þetta mjög oft. Hann er alveg, þetta er geggja, býta aðeins. Það er samt rispa hérna aðeins. Og ná trausti kunnans. Þú bendir honum á gallan. Á gallana. Það er ekki að gefa út eitthvað svona bækling. Eitthvað svona örstuðna bara. Í dag, ef ég er að selja bíl, þarf ég að taka sérstaklega fram að þessi reiklaust aukutæki. Já, ég myndi alltaf gera það. Engin spurning. Er það ennþá sögum? Já. Ég sá nú bara gæja sem var ekkert mikið eldri en ég reykja vindil inn í bílnum sem hann var bara á okkur svona golf, bara eitthvað svona venjulegu golf eða eitthvað. Og gallin er bara, menn geta sett hann í þrif svo allt í hennu sprettur lyktin upp eftir einhver tíma, sko. Hann var með taugklæði á sætunum. Einn eigandi, reiklaust bíll, líka mætti reykja, aldrei hundur. Aldrei hundur. Það er alveg vestabílalíkti sem ég finn. Það er erfitt að ná hennur. Mikil hundalegt, að því ég nú golden retriever maður, sko. Já, auðvitað, pjúrista hundur. Það er pjúrista hundur. Ef ég sé golden... Ég bara þekki enga aðra tegund en golden retriever. Ef ég sé golden retriever, þá spyr ég alltaf, fæ ég að taka í hring? Já, golden retriever. Djöfull. Það er minn. Já, ég var alltaf með golden retriever. Hver var óvæntasta snúningur á Dóttur hver var bestur í meistaradeildinni í þessari viku? Ég ætla að segja Markus Rashford. Já, er það ekki bara ekki Rashford? Verður ekki að gefa honum það? Annars ætlaði ég að taka Hækin. Ég var amazed eftir hennar leik, sko. Manchester City unnuð Thailand 2-0 sigur á Napoli þar sem þetta var svona hálf mislukkuð endur koma hjá Kevin De Bruyne greið þann þurfti að fara út af 25 mínútur út af að koma rautt spjald svo bara keyrðu Erling Haaland, það er gott stand á honum núna. Stjórinn í þessari viku er það bara stjórinn hjá Karabakh sem að ég man bara ekki að veit ekki hvað heitir. Ég hugsa það, því líka endur koma 3-2-2-0 undir, það heldur allir að vera frá sökkvaðum og bara eftir, 15 mínútur, 16 mínútur. Já, Kurbanov. Kurban, hann er bara bestur. Kurbanov. Svo er það, hver er búðingurinn? Hver er Kia búðingurinn? Já, Markur Villarreal. Villarreal. Þetta var ræðileg. Þetta var rosa. Að velja bara allt Olympiakos liði fyrir að hafa ekki náðu að vinna Pafos á heimavelli manni fleiri í 80 mínútur eða eitthvað. Já. Það held ég. Þannig að... Næsti leikur Arsenal. Já. Það held ég. Er einhver annar svona sem á skili Loop Zero, ekki Hero, einhver sem var ekki góður sem þið sáð? Dílar eins og fyrir að láta flega sér út að líka. En varnar, ég mæli með, ef þið getur fundið út, varnarleikur Slavia Prag í jöfnunamarki Bodo Glimt, bara, ég hef aldrei séð svona. Skellulegt. Ég hef hort á marga KR-leiki til dæmis í sumar, en ég hef aldrei séð svona, sko. Förum yfir í enska boltan með Volt. En alvöru marka fett hins vegar. Heldur betur. Förum í enska boltan með Volt. Það held ég. Þú pantar á Volt. Sest niður á bumbuna, slakar á, dinglað. Góðan daginn. Ekkert vesen. Er stórleikur umferðarnar, er leikur Manchester United og Chelsea. Þetta er svona verið svona öruggast sem United hefur komist í, eru heimaleikir á móti Chelsea sem er 10 ár síðan að Chelsea vann þennan leik á Old Trafford. Samt með einum seri, head to head. Hvað talum? Head to head? 14, 13. Já, total, en ég er að tala um síðustu 10 ár. Já. Þar hafa þær ekki sótt gull í greipar Manchester United og maður hefur svona yfirleitt satsað á að fara þennan leik því að þetta er yfirleitt öruggast sigurinn á hverju tímabili. Spurning hvort að það haldi ekki bara áfram núna í þessa helgina. Getið séð Chelsea-lið stoppaði United-lið? United kom alltaf útkvildir í þennan leik. Það er að æfa meira núna. Það fá að æfa meira. En eiga stundismenn Manchester United að vonast eftir sigri á United því að þá heldur bara Amorim áfram. Þetta er svo típist samt að hann tæki þetta og haldið stöðunni. Heldur að þetta standist að þeir gefa hann 3 leiki? Já, ég held að standist. Ég held að sé engin eitthvað, ég held að sé næsta landsleikir hlýja væri kjörinn tími til þess að skipta þjálfara. Og þetta er búið hjá honum. Næsta landsleikir. Já, næsta landsleikir. Það styttist í það. En
Já, þetta verður áhugaverður leikur milli Manchester United og Chelsea. Þetta X written all over it. Ok, það annar stór leikur. Það þetta Liverpool á móti Everton í hádeginu á laugardag, 11:30. Everton búin að vera bara nokkuð svona fínir sóknarlega, Jack Grealish að skapa mikið. Grealish bara lukka mjög vel. En þetta ekki alltaf, þú veist, ekki núna komið að Liverpool bara vinni kósi með 2-3? Jú, ég held að þetta verði auðveldari leikur heldur en menn halda fyrir Liverpool. Svo það risa leikurinn. Ég kallaði leikinn á laugardaginn stórleikin. Risa leikurinn Arsenal Manchester City sem á laugardaginn. Nú vantar mikið í þetta City lið og Arsenal að fá þá á frábærum tíma. Hvað, má ekki alveg líka segja að það vanti í Arsenal liða? Jó, vantar náttúrulega hvað, náttúrulega Gabriel Jesus. Gabi. Ödegard búin að vera meiddur. Gabi Góð. Saliba búin að vera meiddur. Saka búin að vera meiddur. Já. Hvort viltu hafa Kai Havertz búin að vera meiddur líka. Já, hvort ef fengir að velja þetta, hvort værum með Noni Madueke eða Bukayo Saka, hvort myndir þú byrja? Bukayo Saka. Hann hefur líka sýnt það í þessum stóru leikjum að þeir henda honum ágætlega. Nú komið tími til að vinna Manchester City. Það gerir ekkert fyrir liðið að gera eitthvað jafntefli eða eitthvað slíkt. Fór ekki síðasta leikur 5-1? Jú. Fyrir Arsenal? Já, í febrúar. Þetta rosalegt samt. Þetta sjáðu þarna 21 leikur sem að City hefur unnið á móti 11 hjá Arsenal. Já. Wow. Búlist, þeir eru konum með klippu þarna. Til aðmyndum með það. 5-1 fór þetta síðast en það svo sem skipti engu máli, bæðilega langt frá því að vinna titilinn. Arsenal verður bara að vinna þennan leik til þess að hanga í Liverpool-liðinu. Ég held að eina liðin til að vinna Liverpool í ár að fara með þá í title race. Því að Liverpool-liðið hefur alltaf gefið eftir í öllum title race sem það fara í. Sko veirutitilinn unnu þeir, þú veist, þannig að það voru mörg stig líki vor, það voru fullt af stigum, það var aldrei title race. Þeir lenti í title race 2009, lenti í title race 2019, lenti í title race 2022, alltaf tjókuður. Þannig að eina leiðin að standa í þeim í svona massa-april og þá líklega tjókaður. En bara eitt lið sem getur staðið? Já, Arsenal eina liðið sem getur keppt við Liverpool. Þú talar harður á því. Það var margir sem að nefndu Chelsea og náttúrulega margir sem spáðu sitt í titlinum en hvernig spámenn samt það það eiginlega sem ég skil ekki Liverpool besta liðið í ensku úrvalsdeildinni í dag. Já, ég sammála því. Heilt yfir. En það var áhugavert að sjá þá fara í title race. Já, en hvernig geta menn spáð sitt í titlinum og svo þegar það eru 4 leikir búin á deildinni sagt bara, nei, herru, þetta lukkar ekki vel. Hvernig það finnst mér að vera grunnhyggni. Já, ég held bara að máli með trúin alltaf svo mikil á Pep Guardiola. Alltaf það vinnur leik, þá er allir, þetta er aftur komið. Já. En svo hefur þetta bara ekkert gerst. Nei. Og þeir hú veist eins og þetta tapa hótti Brighton. Jú. Og það er bara rosalegt. Já. Það er dýrt, rándýrt. Hvað segir Epic með þennan leik til þess? Ertu að tala um Arsenal? 1-3. Já, 3.97 City. Já. Ok. Þannig að er ekki 2025 eða? Er 3.97 City? Já. Ok, áhverst. Og City jættibli 1.89. Vá, ok. Þetta er alveg áhugstun. Við slum tippa á þessu leiki í enska boltanum. Bara, Gunni, þú byrjar, verður öskir, Liverpool, Everton. 2-0 Liverpool. 3-0 Brighton, Tottenham. Þetta geti ég alveg trú að vera skemmtilegt. 2-2. 1-2. Burnley, Nottingham Forest. Óvæntur Burnley sigur, 1-0. 2-2. Wolves, Leeds. Leedsarnir taka þennan. 1-3. Já, 1-2 Leeds. Ok. Vildi ég veri Ég er búin að fara yfir þetta. West Ham Palace. Ég held ekki að West Ham taki þannig. Þetta ég ætla að segja 4-1 West Ham. Já, síðasta leikur Potter, 1-3 Crystal Palace. Manchester United, Chelsea. 50-50 leikur eins og þeir gerast hvað bestir. Þetta er svakaleg umferð enda hvað það var. Ég ætla að segja að United vinni þennan. Ég ætla að segja þeir vinna 2-1. Svekkjandi, 1-1 fyrir bæði. Fulham Brentford. Ég sagði X-written og ég verði að breyta. Ég ætla að segja 1-1. Ok. Ég ætla að segja 1-1. Ok, Fulham Brentford. Snöggir. 3-0 Fulham. 1-1. Bournemouth Newcastle. 1-3 Newcastle. 3-3. Sunderland Stóla. 0-3
Aston Villa. Já, ég sammála, 0-2 Arsenal, Man City 3-1 Arsenal 1-2 City, Arsenal sjálfsmark Loop Hero vikunar er að sjálfsögðu okkar maður í markinu hjá Brentford, hann Hákon Vá, því að sko það var framistæða mér fannst svona að vera full mikið íkt að þessi mistökarna sem hann gerði hérna í fyrsta mikið, mér finnst þetta ekki svona hræð. Nei, þetta var ekkert eitthvað blöndir. Nei, hann er að vinna sér tilbaka í markið eftir að einhver skelvileg varnarmistök. Ég gefur hann alveg afslátt að þessu. En hann var síðan glerharður í vítaspyrnukeppninni á miðvikudagskvöldið. Hann tók hérna meðal annars John McGinn átt hann og svo Matti Kass. Tók hérna skotan á pólverja. Tvo mest óþrandi leikmenn Mari Kish. Nei, ég er nú ekki sammála því að John McGinn sé mest óþrandi leikmenn. Með raskatið sitt þarna alltaf úti. Þólan ekki. Já, ok. Ég skil alveg hvað þú ert að meina með Matti Kass sko, en mér finnst þetta Aston Villa mjög likeable. Já, nú getur við fengið lúp í áskrift hjá skagfirðingnum, hinum eina sanna skagfirðingi inn á bak.is. Þar er hann innri friður í hverju mánuði, einsending betri ending, þar er það bak.is. Allir skagfirðingar sem eru ræddir í þessu þætti nema ég séu alvöru. Hann er alvöru, þú veist, þetta er bara þessi gæði, allir skagfirðingar hann kláraði menntaskólan hann kláraði menntaskólan, það er alltaf benchmark. Já. Er það benchmark? Já, hann kláraði menntaskólan. Hann kláraði þar, herru, stuttafréttir áður með höldum á hann. Það er Guðjón Pétur Lýðsson er nýr þjálfari meistaraflokks Hauka. Já, flott. Og það held ég. Bara í Winners and Losers. Winners and Losers í þessu öllu saman með Einar Á. Drengir, hverjir eru vinnarar eins og Einar Á sem er vinnar í byggingabransanum? Hverjir eru vinnarar í þessari viku? Hvaða vinnar kemur upp í hugan á ykkur? Ég myndi halda að það væri fótbolta.net bara eins og það leggur sig. Þetta fótbolta.net byggarinn, þetta er að verða bara einhvern veginn bara búið að rista djúpt í fótboltasálina einhvern veginn inn á Íslandi. Nú erum við með leik í kvöld þar sem að bara, þetta er bara einn af stærri leikjum á tímabilinu. Tindastóll á móti Kormáki Kvöt, þetta er Davíð og Góliat. Þetta er bara einhvern veginn svakalega leikur. Já, það var vel spennt fyrir þessu. Svakalega spennt. Það er ég hvet alla sem að geta mætt á Sauðárkróksvelli í kvöld að mæta því að þetta verður eftirminnilegt, skal ég segja ykkur. Það verður barist á banaspjótum. Það er fleiri vinnar. Já, en sé Mourinho að landa Benfica gíkinu, það er stórt. Skaut fast tilbaka líka á Fenerbahce. Já. Skemmtilegt. Koma óvart að það skildi gera það. Gerrard á leiðin til Wrexham hugsaðlega með staðsturlað. Já, það var í skemmtilegt. Það er svona, þeir þurfa stóran prófum í þetta. Sammála því. Ég ætla nú bara að gefa Bretum og 45. og 47. forseta Bandaríkjanna. Þeir eru að geggjuðu heimsókn til Bretlands. Maður hefur fylgst með heima og notið þess að fylgjast með. Sturlað sjó og vera frá fyrsta degi. Gugga í gúmmibát er risavinnir. Já, hún er alvöru. Risavinnir. Já, hún er risavinnir. Já. Einhverju fleiri vinnar í þessu? Sko, við erum nú að fara í afmæli til Jóa Más. Já, hann er vinnur. Heyrðu, já, hann er vinnur. Það er á morgun. Seti hans er vinnur og ég meina Hákon Rafn fyrst að við vorum að ræða hann hérna rétt á hann. Þá var hann klárlega vinnur. Já, absolutt. Það er mjög lúser í þessu. Lúserar. Ég ætla líka að taka hérna Sydney McLaughlin. Hún er rosaleg. Hún er í 400 metrar hlaupinu kvenna. Hún er ríkjandi heims- og ólympíumeistari í 400 metrar grind kvenna og á heimsmeti þar og er mjög nálægt í að slá 39 ára gamalt heimsmet í 400 metrar hlaupi ekki grind, bara venjulegu 400 metrar hlaupi sem að Meredith Koch setti, mjög umdelt met fyrir 39 ára síðan. Hún mun gera það bara á næstunni. Já. Ok, það er lúser, já, kannski erum við bara ójákvæðið til að vera einhverjum lúser. Já, það er ekkit margir lúserar núna, sko. Það er einmitt, já, segðu hvað búlis þess að setja upp. Já. Nei, nefnum þennan ekki. Þeir sjáu. Við nefnum þennan ekki. Nei, það er ekki. En það gæti hins vegar, svona, ef við
Já, þú ert að fara í neyða, já. Já, hvað veitu? Það er bara að geti farið á stað þjálfara gamall. Já, íslenska bóltanum. Já. Við ræðum það þegar að því kemur. Þegar að því kemur, já, einmitt. Nú eru menn bara allir í miðri, sko, það er bara verið... Já, menn er ennþá á túrnum. Já. Í smugunni. Já, menn er ennþá í smugunni. það er ekkit að ræða þegar menn eru á túr. Nei. Það er við slum fara í neyða já. Hér er ein spurning þar sem að hann var reyndar að detta hérna frá mér fyrir mig neyða já með æsver. Þið voru spurðir, er Metallica besta rockhljómsveit allra tíma? Það er frábær spurning. Þetta er góð spurning. Hvað veist þér? Já, ég er svona... Ég kom svolítið seint á Metallica-vagnin. Ég var svolítið á mótið en fyrst, sko. Þannig að ég er svona, jú, þeir eru helviti óvalega. Ég er rosa Foo Fighters kall, sko. Það er svo soft við Metallica, sko. Já, ég er saman andram á ágústinni þarna. Það er svona gamli skólinn Creedence. Nú, mun Liverpool tapa leik í einhverju keppni? Já. Hann er bjart sér þessi. Ég held, jú, þeir hljótur nú tapa leik í einhverju keppni. Þú ert að byrja nú alveg helvíti vel. Já. Nú, gæti Gunni nefnt alla línuna í Seúl 88? Alla línuna. Já, í 100 metra hlaupinu. Já. Er þetta ekki bara eitthvað Carl Lewis og Ben Johnson og félag? Já. Það var rosalega línað þá. Hver var heimsmeistari í 100 metra hlaupinu núna? Hjá köllunum. Jú, hérna, oh my god. Þetta, sko, fyrir 30 ára síðan. Ég veit það, og þetta er að hluta til. Frjálsar íþróttir, rest in peace. Já, það er svolítið þannig. Frjálsar, það eru bara önnur nöfn, þú veist, Karsten Valholm og það vissu allir krakkar milli vegalendarhlauparnir. Maður var að leika þess að kalla Þú plantis í stangastökkinu, það er bara 100 metrar hlaupin eru í smá læð af því að við erum að kveðja besta maður var alltaf að þykist vera, sko, Franki Fredriks. Já. Ég var alltaf Franki Fredriks. Ég var að hlaupa líka berfættur eins og Sola Bött og allt þetta, sko, þetta var svona... Maður var líka Michael Johnson. Já. Það er af sem áður var. Er Semenyo besti vinstri kantari ennsku úrvalsdeildarinnar? Ég er ekki að tala niður að þeir eru bara vesen. Þú veist, þú ert íþróttamaður og ríkisútvarpsmaður og veist ekki hver er 100 metra vinnur. Jú, ég veit það. Það segir mér að það er allt í fokki. Er Semenyo besti vinstri kantari ennsku úrvalsdeildarinnar? Er Semenyo besti vinstri kantari ennsku úrvalsdeildarinnar? Hann er up there. Hann er allavega helvíti öflugur en kannski sá besti. Hver er þá sá besti sem vinstra megin? Hver er bestur þarna vinstra megin? Hver er sá besti? Nei. Veit eiginlega ekki hver er værið samt sá besti. Hann er up there. Það er enginn samt svona einhvern veginn. Kannski að er Koti Gabgo? Nei. Gagpo. Hver ætti að vera bestur þarna vinstra megin? Hefur eitthvað verið mikið betur en þessi? Þegar allir eru heilir. Já, hvað spila 30 myndir höstíð vel? Var ekki mikið það er allir þarna hæra megin. Já. Þegar maður hugsa þess að gæða. Já. Við pælum í sitna. Já. Þetta er góð spurning. Þetta er frábær spurning. Já. Nú, má ég sjá, bara væri skemmtilegt að fá eina bílasölu sögu frá Hjálmari. Já, það er bara ekki neyða já. Við fengum hann á það líka. Ætla Gunni að mæta á krókinni í kvöld og styðja sína menn í bleiku? Já, ekki heimagengt. Þú átt ekki heimagengt. En ég hefði mætt ef að aðstæður hefði verið aðeins betri. Já, eru Káringar að fara að berga sér frá falli? Ég mun horfa á leikinn. Munu Káringar berga sér frá falli? Já, þeir munu berga sér frá falli. Er 100% afturölding vinni í næsta leik? Já, nú verður að skjóta þess. Nei. Góð spurning. Nei, það er ekki 100% en mér líður vel þegar ég sé Magga Má ég um, já. Það er oft svona áskrift á góðan dag þegar ég sé Magga Má ég. Kæmist Hjammi út í sandgrifuna í þrístökk? Þetta er þetta geðveik spurning. Ég er alveg til að testa það. Ég held ekki, ég ætla að segja ekki. Ég er alveg til að testa það. Ég ætla að segja ekki. Hér er frábær spurning, er Kristján Loftsson maður vikunar? Já, hann er líka mjög líklega maður ársins. Þetta er flotta sem ég séð. Hann er ekki miklar áhyggjur af einhverju atvinnubettlari, svíi. Herðu, hann er að vera nýraður, hann sagði fuck off. Þú veist, þetta er bara, hann er early candidate í maður ársins. Þetta var rosalegt. Þetta er mesta... Þegar við tökum áramótaskinguna maður. Nú, atvinnubettlari mættur,
Fuck off. Fuck off. Fuck off. Nú, Það er líka nokkur sunnum. hefur Gunni íhuga að taka heima út og láta hárið fjúka? Á hverju eftir að gera það? Þú lendið ykkur þessi? Nei. Fínuleg. Já, nei. Og strípur í toppinu, helviti flottur. Ekki pæli í þessu, kallið minn. Verða Spurs í titilbarn við Liverpool í vetur? Já, það er eitthvað sem að mér finnst, ég nenni ekki að tala um það samt og vera eitthvað, en ég ætla bara að segja núna, hér og nú, já. Já, hann verður að sjálfsögðu hjá mér í Dogsson á morgun og fylgist með Tottenham, hann Hjálmar minn. Nú, sjá, aðeins og verður Jóndaði áfram á Selfossi, það er góð spurning. Nei, ég held ekki. Jú, það kemur ekkert á vart. Nei, ég held að taka Kemur þetta. ekkert á vart. Haldið hann fara í eitthvað? Já, hann fer í bestu. Getur það verið káir eða? Já, geta alveg gert það. Ef þeir halda þessu uppi? Var ekki Hann geta alveg gert það. gott múf, við ætlum að fara að enda þetta. Ertu vel nærður fyrir El Grande núna? Nú er ég helviti. Svona, já, þú veist, ég er að verða svangur, sant? Aftur. Þannig að við þurfum að keyra þetta í gang. Já. Held ég. Við erum hér með kemi.is, förum í El Grande. Og ég ætla að hafa þetta svolítið þægilegt fyrir strákana. Já. Þannig að ég veit þeir eru báðir vel að sér í þessu. Þeir styðja báðir félög í Lundunum. Já. Og eina sem ég þarf að fara að fá frá þessum drengjum eru lið frá London. Við blessi þig. Já. Ég skal fara, á ég að byrja. Já, alltaf að vera klókur. Ég ætla að setja pressu og vera klókur. Já. Þeir eru Leighton Orient. Já. Arsenal, Já, ok, Tottenham, vá, skemmtilegt. Queen's Park Rangers, Crystal Palace. Ég get verið allt kvöld hérna, sko. Watford. En það er mjög erfitt að segja að Watford sé, sko. Aha. Þeir eru- sko, Ok, ég skal taka Millwall frekar. þeir eru í Hertfordshire, sko. Já. En já, sko. Já, Nei, þeir eru bara South, Northwest of Central London. Já, ég veit. Northwest On of the banks Central of River Colne. Já, Þeir eru svo langt þetta í er burtu. gömul saga á ný. Ég hef komið til Watford. Þetta er gömul saga á ný. Ég hef komið til Watford. Já. Ég myndi ekki segja að vera London. Nei, Ég meina þegar maður fer til þegar maður fer með lestinni til held ég Luton. Já, Luton er líka langt í burtu. Já, það er London Luton. Já, en ég myndi segja, nei, Luton er allt annað bæri. Ætlar að slökkva? Nei. Ég get Luton er tekið ekki London, Ég get sko. tekið Millwall, já, Já, gjör svo já, ekki. Millwall, Millwall, ok, já. eins og Vestham. Ég gef ekki Watford sem London. Chelsea. Chelsea, Jú. það var ekki komið, vel gert, góð pressa. Við ætlum að fara í býtum aðeins við. Þetta á að vera létt. Sko, ég ætla að fara, ég var með þetta rétt á hann. Ég ætla að taka sjensinn, ég held að ég sé að taka sjensinn og setja pressu og fara í Barnett. Barnett, ég held að það sé rétt hjá þér. Já, held að það sé rétt hjá mér. Ég held að Barnett sé alveg. Jú, Það er ekki öruglega í London. jú. Því að Danny Brown minnum að spila þar. Já. Out of Borough of London. En byrju, hvað er þetta annað Nei, en- Out of Borough, það er allt annað heldur en Town, close to London eins og þú varst með hann. Já. Það var ekki Ég ætla Town. ekki- ég veit að Barnett er í Barnett er í London. Barnett er í London. Já. Það er bara þannig. Er þetta ekki mest allt komið það? Nei. Ég er að fíblast aðeins í ykkur Bara léttur, bara léttur. Bíða aðeins Getur þú sett lagið aðeins áttur í gang þá svona kemst ég aðeins í gýrin. Gjör svo vel. Bara frábær punktur. Þið eru búin að standa ykkur, þetta er alveg frábærlega. Það ég gefa nú vísbendingu. Nei, býta aðeins með það Þessi klubbur er, hvað fara ríkukallarnir að vesla í London? Þeir vantar gott Oxford. bindi. Nei, Oxford er ekki. Harrods. það fara í Harrods, já. Harrogate Town. Nei. Nei. Ok, ég er svona að reyna Já, ég kem með það, ég með það. Nei, bíddu, Já, hann bara- er Já, ok. hann er á að gera. Það er svolítið rosalega að hafa ekki tekið þetta. Nei, ok, glemdu svo, ef þetta kom ekki strax. Já, ok. Þetta er að sjálfsögðu Fulham. Já, jésus. Já, þú ert úrleik. En menn eru ekki eftir að munna, Brentford. Brentford, Menn eru ekki eftir að munna til því að ég vann þetta. Kristur. Herri, sáu þetta? Hann sagði, þú ert úr leik og sló svo á öxlina á mér eins og ég væri einhver niðursetningur.
sko. Ég var ekki vel tengdur í þessum leik. Nei, en bara svona líka til þess að staðfesta það að Barnett sé í London, þá er þeir hér norðarlega í London. Hvar er Watford? Og hér Watford eru fyrir utan. Þeir eru fyrir utan London. Sko, Watford er rétt hjá The Grove sem er ábúinlega gólsvæði sem þú maður tengt hjá að spila í framtíðinni. Já. Glæsilegt Ef svæði. þú býðir með þangað? Já, ég býði engum þangað en það er öllu frjálst að fara. Okay. En kannski maður saknar að sjá ekki Charlton Athletic. Já, Wimbledon og fullt að liða. Skal alveg viðurkenna það sveiða þess. Það er Dagenham Redbridge. Já. Hefðu verið með það? Dagoret, já. Já, Dagoret hefði getað dottið þarna inn. Ég hef nú tekið þá einhvern tímann í Football Manager. Já. Dagenham Redbridge. Og gekk vel? Nei, ekki í minningunni, nei. Ekki í minningunni, nei. Minni á Dogsson á morgun klukkan 13:40. Ég minni líka á Dóttur fútból á sunnudagskvöldið og svo bara minni ég á alla að vera góðu hvort annað. Það er svo mikilvægt á þessum tímum sem við lifum að þetta snýst bara um það að koma vel fram og vera góð manneskja. En muni eftir sko að útvarsmenn á FM og Bylgjunu svona, þeir endur alltaf þætti og vera góðu hvort annað eins og var eitthvað svona eins og þeir hefðu eitthvað að segja. Bara herðu, gaurinn á Bylgjunu var eitthvað að tala um að maður bara eitthvað, herru, shit og munið að vera góðu hvort annað. Hvað er þessi gæja? It hits different þegar Bylgjan segir það. Það er rétt. Já, það held ég að UEFA er búið að sekta Breiðablik fyrir einhverja söngva á móti Sýrínski Mósta. Já, þeir eru greinlega farnir. Þetta er sama sekt og Brann fékk. Þeir hafa væntanlega sungið UEFA Mafia. Já, einmitt. En á hverju var Breiðablik að syngja um það? Þeir eru búin að fá fullt af penningum frá Júfa. Já. Á misjöfnu þrífast bönnum best. Já, þetta er áhugavert. Já. Fekk ekki Brann fekk þess að suma sagt? Já, hérna. Já. 1,4 Já, sittir í álinn hjá blikunum. Nei, það er nú bara... Nei, ég er að segja, þú veist þetta, ég meina allt er hei í harðindum. Já, ég meina, hver króna telur. Já, ég er að segja það. Þetta er ekki fyndið. Nei, þetta er ekki nógu gott. Já, það er... Þurfum að hafa okkur. Ég hafði ekki eins og heyrt af þessu að þeir hefðu sungið þetta. Nei, ég ekki heldur og ég var á þessu leik. Hvað er bara... Já, ég er út að hugsa, er ykkur þarna bara sem er eitthvað, hei, hvað er að syngja þarna? Hvað er rugglir þetta? Sekt. Shit, maður. Já. Þetta er áhugavert og Krista Palas auðvitað líka sektaðir. Er það sama sekt? Já, það er vantilega Júfa Mafia. 10.000, já. 10.000 eurur. 10.000 eurur. Standard. Já, það er 10.000 eurur fyrir Krista Palas sem er lítið, sko. Já. Helviti mikið fyrir Breiðablik í samíkinu. Já, í samíkil hlutana. Áhugavert. UEFA Mafia. Á hverju meina að segja þetta? Á hverju segja með þetta? Mafia. UEFA Mafia. Passaði, nú getur við mikið sekt. Já, en hann er ekki Dóttur fútból, hann er búin að taka nógu sektum mikið við tíðina. Við slum ekki fara að koma mér í þann bomba aftur. Fjölmiðlar nefnd sem sektaði mér Big Time sem endaði mig í þetta skrámi sem fjölmiðl. Jésús. Það er þannig. Ég fekk bara eina hæstu sekt sem við fengið verið hérna gefin. Er þetta opinber gögn? Já, bara, þú getur fundið þetta. Áttu það blaði ekki ykkur starf? Jú, já, þetta verður einhvern hérna 500.000 sekt. Vá. Mynda mér með Louis van Gaal. Það er penningur sem hún sér aldrei aftur. Þetta er penningur sem ég sé aldrei aftur. Nei. Það er svona lífið. Það er bara þetta hún berjast og meðan maður er með ríkið á bakinu þá... Barist í bökkum. Já, sérðu þarna er þessi Geðu og kona, hún Elva Ír Gylfadóttir, engar Geðu sem að sektaði mig. Guð bless hana, byrja sæl.